Hvað toppsætið farið? Það er klárlega farið núna og við náttúrulega bara mættum góðu liði sem átti góðan leik á heimavelli og þannig þetta bara. Þetta er í annað skipti sem svona lendir sem að þetta sterkir þetta vörn, já. Þeir hafa bætt sig verulega í vörn og á þessu tímabili og það er mjög erfitt að eiga við og þeir spila mjög fysikal og eru mjög sterkir. Þeir eru allir stórir og sterkir og þetta er bara hörku lið og þetta eru 30 gaurar meira að minna meðan við erum 20 gaurar meira að minna og þannig að þetta er bara svolítið erfitt. Hvað með ykkar, hvernig veitir ykkar frammistöðu í kvöld? Í kvöld? Já. Ég held að verið allt í lagi, við hittum ekki nógu vel og við börðumst eins og við gátum og menn spiluðu eins og við gátum í heftanum og geta eiginlega ekki beðið mikið meira. Einhver leikmenn sem tekur út í sviða? Í mínu liði? Já, hann var mjög heitur á kroppnum sko, en hann getur gert, ég veit hann getur hitt betur og þetta er liðsíþrótt og það þarf náttúrulega allir þurfa að spila vel og liðið þarf að spila svona eins og kannski sem velsmörðið vel til þess að vinna svona öflugt lið eins og það var alveg á hreinu. Vakti aðtöku að þú tölum mikið breyting að liðinu að hóknum það milli leikja? Mikil? Já, við erum bara í tölvöru meiðslum og veikindum og annað sko og við erum búin að vera mjög óheppnir með meiðslin en við erum með breiðan hóp en þetta eru meira minna mikið af þessu strákum eru líka í úlingaflokki og þeir eru bikarmeistarar helgina og strákur og drengjaflokki líka þannig að þeir eru bara í mjög miklu álagi þessi strákar og þess vegna meir líkur að það meðist og þess vegna þarf ég svolítið að rótera hópnum, bara nota það sem eru heilir. Það er þess að segja að þú toppsætið farið byrja, hvernig mötur þú framhaldið fyrir ykkur? Það er bara, við erum að klára þetta tímabil og svo sjáum við hvað við stöndum eftir það og svo þegar það er búið þá er bara úrslitakeppni og þetta eru hörkulið í þessari deild og vestri er til dæmis með bara, 5 stóra og sterka atvinnumenn eins og Höttur sko. Þeir eru öllur, svo mann að fyrir annars að Hamar eða Höttur ekki í úrslitakeppninni ekki beint upp þannig að þetta verða 3 mjög góð lið og svo Álftanir sem er mjög öflugt lið líka og bara svona svipaða lið og við í úrslitakeppninni. Þetta verður mjög erfitt að komast upp úr úrslitakeppninni upp í deild.